Hollvinasamtök sjúkrahússins á Akureyri fagna 2 ára afmæli sínu á sunnudaginn kemur. Félagasamtakana eru nú 1400. Haldið verður upp á tímamótin með degi sjúkrahússins á Glerártorgi á laugardaginn. Við verðum í samstarfi við starfsmannafélagið Glaum á sjúkrahúsinu með heilsufarsmælingar, bjóðum fólki upp á ókeypis heilsufarsmælingar, blóðþrýsting, blóðsykur, súrefnismettun. Síðan verðum við með svona bánsahorn, þannig að smáfólki getur komið með dúkkur sínar á bánsa og tekið út heilsufari á þeim, bæði andlegt og líkamlegt. Svo erum við náttúrulega að safna fleiri hollvinum. Við erum komnir í 1400 núna á 2 árum og við erum náttúrulega að reyna að safna sem flestum því að árgjaldi er vissulega lágt á mann, 5.000 krónur, en það munar hvern og þetta er svona grunnurinn af okkar tekjum. Já, við verðum hérna milli 2 og 4 á laugardaginn og í fyrra náðum við mörg hundruð manns í gegnum þéttskipaðar raðir afburða starfsfólk sjúkrahússins sem að sjálfsögðu gefur alla sína vinnu og hjálpar okkur við þetta að gera þetta mögulegt. Og ég held að sé nú flestum mjög hollt bara að taka þess út svona líkamsstarfsemina rétt áður en að óhófið hefst og stilla þá kannski kaloríufjöldanum í lágmark svona miðað við það sem út úr þessu kemur. En yngsta kynslóðin, bánsarnir? Já, það þarf náttúrulega að huga vel að þeim fyrir jólin því að það kemur stundum samkeppni frá öðrum nýjum leikföngum og þá er eins gott að heilsa sig í lagi á þessu fyrir eru. Þið, Hollvinasamtökin, eru 2 ára. Hversu dyggilega hafið þið staðið á bakvið sjúkrahúsið á Akureyri? Sko, það er nú kannski einfaldast bara að nefna tölur. Við erum búin að koma beint og óbeint að á 720 milljóna í formi tækjakaupa á þessum 2 árum og við erum stórhuga og ætlum að hækka þá tölu enn á nýju ári og 9 árum og svona á þess að vera að gefa smáatriði í þeim efnum þá fengum við mjög ánægjulega fréttir dag myndarlega styrkveitingu sem að mun nýtast okkur mjög vel. Nú? Já, við ætlum að afhenda sjúkrahúsinu í jólagjöf og afmælisgjöf frá okkur afmælisbarninu. Þá ætlum við að afhenda ný rúm á geðdeild sjúkrahússins. Við ætlum að skipta alveg allt sem þar er. Það kostar milli 6 og 7 milljónir króna og verkefni næsta árs er öndunarvél á gjörgæsluna, mjög fullkomin öndunarvél og með þessum ánægjulegu fréttum í dag að þá förum við langt með það en þá snúum okkur bara að næsta tæki því að það er langur listi. Þetta er verkefni sem klárast aldrei og fyrir okkur sem íbúa hér og í nærsveitum að því betri og fullkomnari tæki sem við höfum að því betur höfum við það náttúrulega. Þessar fréttir sem þú nefnir, máttu segja fréttirnar? Sko, það sem ég nú ekki búin að tilkynna öllu stjórnarmönnum þetta, þá ætla ég nú að fara að varlega í það. En þetta var mjög myndarlegt og rausnarlegt. En ég get tilgreint náttúrulega svona fleira sem við höfum komið að. Við náttúrulega í upphafi starfsemina þá afhentum við ný sjúkrarúm, fjölmörg á 3. tug. Við keyptum nýtt ristilspeglunartæki, geysifullkomið. Við höfum komið að því að kaupa augnsteinamælitæki, komið að nýrnaskilu eða blóðhreinsunarlínu, komið að mörgum minni gjöfum en samtals nemur þetta með öllu á 720 milljóna og stefnir bara upp á við og við höfum fengið geysilega jákvæðar viðtökur hjá fyrirtækjum, einstaklingum og við fáum bara varla svari nei, það þekkist alla. En hérna á Glerártorgi þá verður líka hægt að gerast hollvinir? Já, það er náttúrulega kannski það sem að býr undir hjá okkur á sama tíma og við erum að bjóða fólki upp á ókeypis heilsufarsmælingar að þá erum við stjórnarmenn, verðum við hér á Vappi og skráum nýja félaga í félagi sem vilja hjálpa okkur við að
þessa mögnuðu stofnun enn betri. Til hamingju með 2 ára afmælið. Takk.